Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 212. fundi Sveitarstjórn Dalvíkur. Áður en við göngum til auglýstra dagskrár, þá vil ég leggja hér til að þremur málum bætt á dagskrá. Það samstarf við leigufélagið Bríet sem dagskrárliður nr. 14. Það fundargerð stjórnar Silfurtúns sem á dagskrárliður 21. Og fundargerð Öldungaráðs Dala og Reyðarfjarðar tilkynningar sem dagskrárliður 31. Sem samþykkt því að taka þessi mál á dagskrá. Það samþykkt samhliða. Þá fyrsti liður á dagskrá, það auglýsing vegna fjarfunda. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið gaf út auglýsingu nr. 1273/2021 frá 12. nóvember sem veitir í raun og veru sveitarstjórnum heimild til þess að funda í fjarfundi og sveitarstjórn þarf að staðfesta þessa auglýsingu. Þeir sem samþykkt því að einhver sem ræða þessa auglýsingu sérstaklega. Þeir sem samþykkt þessar auglýsingu geta ekki. Það samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 2, það gjaldskrár vegna ársins 2022. En þá fjallaði gjaldskrár á 208. og 208. listafinn Þjóðarás, 25. nóvember og 7. desember síðastliðinn. Og byggðar á samþykkti eftirtalda gjaldskrá og vísaði til afgreiðslu sveitarstjórn. Við þurfum að taka í sveitarstjórn að samþykkja hverja gjaldskrá við sig. Ég ætla að byrja að gefa almennt lausnum einstakar gjald og láta gjaldskrána eða okkur hjálpir svona í upphafi. Þú veist ekki vera, þá var þetta fyrst gjaldskrá á Auðarsskóla. Einhvers vil ræða hann. Kristján, þú veist. Við ákvæmst bara ákveði sem bara vekja athygli á sem kemur fram í gjaldskrá Auðarsskóla og sem felst í því að daggjöld fyrir leikskóla þau lækka helming á því sem að vera á þessu ári. En það sem sagt hins vegar hækkun á öðrum gjöldum en þetta kannski svona þetta gjaldskránar allar nema ein, það segja gjaldskrá að hækka en þarna maður að ræða lækkun á þessum degi. Takk fyrir þetta, Kristján. Það sem takk fyrir náms skúli. Og þið góðu fundarmenn. Það bara aðeins mitt að nefna hann og svona gjöldum 50% á næsta ári. Það fyrir að líka að lækka leikskólagjöldin 100% árið 2023, þannig að það verður leikskólagjöldin árið 2023 eins og við ræðum þetta til. Og ég held að þetta sé mjög gott fyrir sérstaklega barnafólk í Dalabyggð. Lækka kannski gjöld til leikskóla 150.000 á ári miðað við eitt barn. Ég held að við séum að gera mjög gott í að reyna allavega að laða okkur fólk með þessu móti og vona að það skil okkur bara miklu fleira fólki og ánægðari börnum. Takk fyrir þetta skóli. Vilja taka til máls. Hljóður sér engin hljóðs, þá merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst gjaldskrá Silfurtúns. Einhverjir vilja ræða þá gjaldskrá. Hún liggur hér fyrir í fundagögnum. Hljóður sér engin hljóðs, þau sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefið merki. Hún samþykkt samhljóða.
Þá það gjaldskrá fyrir leigu beitar og rektarlands hér hjá sveitarfélaginu. Einhver vil ræða þá gjaldskrá. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir geymslur í útihúsunum á Fjósum. Einhver vil ræða þá gjaldskrá. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir fráveitu. Einhver vil ræða hana. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá félagsheimila. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir hundahald. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir slökkvilið. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöðin og Laugum. Einhverju sem vilja ræða hana. Svo virðist ekki vera. Þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá vatnsveitu. Einhverju sem vilja ræða hana. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá Hafnadalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Kveðusrengi hljóðs þau sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir bókasafn eða héraðsbókasafn Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða hana. Þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir byggingarleyfi eða byggingaheimild, framkvæmda, skipulags- og þjónustugjöld. Einhverju sem vilja ræða hana. Kristján. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi leggja fram breytingartillögu í þessar gjaldskrá. Það oddviti nefndi þar með þannig að las titilinn á þessari gjaldskrá. Það þannig að það nýbúið að setja reglugerð þar sem talað að í sumum tilvikum þarf ekki byggingarleyfi en það þarf sem byggingarheimild. Þannig að það sem ég vildi leggja til að í textanum það sem orðið texta gjaldskrána það sem orðið byggingarleyfi kemur fyrir að það verði bætt við eftir það orð / heimild. Þannig að það sé ljóst að gjaldskráin eigi við bæði byggingarleyfi og byggingarheimildir. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Þá kannski tökum við fyrst til afgreiðslu breytingartillöguna að alls þar sem stendur byggingarleyfi í gjaldskráni verði byggingarleyfi / heimild. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhljóða og þá það gjaldskráni í heild sinni sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps. Einhverju sem vilja ræða þá gjaldskrá. Anna. Oddviti og aðrir fundamenn. Mér langar kannski bara til að nefna það hér að þetta náttúrulega sá liður sem á hvað eftir að hækka hvað mest á undanförn eða á næstu missurum. Við erum ennþá að borga með þessu og við vitum í rauninni kannski ekki endilega alveg hvort að þessar ferðir
þar sem þetta er sótt til okkar séu réttar, hvort að þörfin sé sú sem við þurfum, sko. Þannig að mig langar eiginlega bara að gera það tillögu minni að sveitafélagið geri einhvers konar skoðanakönnun á því hvernig þetta er á heimilunum, sem sagt nýting á tunnunum. Þú veist, þannig að það kæmi bara, menn gætu vitað bara hvernig er notkunin á svörtu tunnunni, hvernig er notkunin á grænu tunnunni og lífránni. Þú veist, við erum misjafnlega mörg í heimili og ég veit alveg að fyrir mjög marga dugar þetta og græna tunnan, hún bara rétt dugar, hinar duga. Þannig að þú veist, það væri bara fróðlegt að vita hver staðan er bara í öllu samfélaginu. Þannig að mér langar að, ég er ekki búin að skrifa þessa tillögu formúlu upp, en bara við gerum það bara tillögu minni að það verði gerð skoðanakönnun á því hvernig nýtingin er nú þegar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég myndi svona gera það tillögu minni að við myndum vísa þessari tillögu bara til byggðarráðs og hún yrði bara útfærð þá í samstarfi við Önnuberglindi. Þeir sem eru samþykkir því að samþykki þeirri tillögu, það bara við vísum þessari tillögu Önnuberglindar og hún yrði útfærð í samstarfi byggðarráðs og Önnu gefimerki. Það er samþykkt samhliða. Og þá er það gjaldskráin í heild sinni, þar sem eru samþykkir henni gefimerki. Það er samþykkt samhliða. Og þá er það síðasta gjaldskráin, það er gjaldskrá fyrir hirðing og förgun dýraleyfa. En þetta er raun og veru óbreytt gjaldskrá frá fyrra ári. Vegna þess að það er í gangi kærumál varðandi þá gjaldskrá og það er ekki komið niðurstaði það. Og því er raun og veru það eina sem er fært að gera er að leggja fram óbreytta gjaldskrá milli ára. Einhverju sem vilja ræða þessa gjaldskrá? Guðs er engin hljóðs, þau sem eru samþykkir henni gefimerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 3, það er fjárhagsáætlun 2022 og það er fjárhagsáætlun næsta ár og svo 3 áætlun 23-25 þar og eftir. Og það er seinni umræða fjárhagsáætlun. Þetta hefur frá fyrri umræðu var til umræðu á íbúafundi hér 18. nóvember og hefur síðan verið fjallað þetta á 2 fundum í byggðarráði. Og orðið er laust. Kristján. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla ekki að ræða breytingartillögur frá byggðarráði. Ég gerir ráð fyrir þær verði bornar upp hérna á eftir. Það er tillaga sem að byggðarráð gerir breytingu á fjárhagsáætlun á milli umræðna. Það sem snýr að rekstrinum eru þær að flestu leyti smávægilegar en það sem snýr að hins vegar fjárfestingu þá eru þær stórar og miklar. Vildi bara aðeins svona fjalla áætlunina almennt og benda í fyrsta lagi á að það er ákveðin óvissa í áætluninni sem að snýr að því að það er hluti af kjarasamningum starfsmanna sveitarfélagsins eru lausir núna áramót. Það er helst áhrif af kjarasamningum kennara sem að eiga eftir að koma í ljós. Það er sömuleiðis í samningunum með svokallaðar hagvaxtaauki eða ákvæðum svokallaðan hagvaxtaauka þá eftir að koma í ljós skýrt hver hann verður en við reyndar semst að í áætlun er gert ráð fyrir ákveðum kostnaði vegna hans en hann gæti þetta orðið aðeins meira eða minni. Það er lítill afgangur af áætlunni, tekjuafgangur, ekki nefnir 4 milljónir. En þessi óvissa sem ég nefndi og fleira má
Það má gera ráð fyrir því að það þurfi að gera viðauka á áætlunni. Ég vil nefna að á þessu ári er búið að gera 7 viðauka og tillaga þann 8. liggur fyrir þessum fundi. Það sem er gert ráð fyrir í þessum helstu niðurstöður sem er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun er að rekstrarniðurstaða A og B hluta, hún verði jákvæð 4,1 milljón, eins og ég nefndi 4 milljónir, og rekstrarniðurstaða A hluta eingöngu verði jákvæð 3,4 milljónir. Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar 1,8 milljarður í árslok 2022. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 871,6 milljónir í árslok og eigið fé 887,3 milljónir króna. Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er 51,7 milljónir eða 5,9% og það er svona, það má allavega ekki vera lægra heldur en það. Og samantekið áætlað veltufé frá rekstri A og B hluta eru 68,9 milljónir sem eru 6% af heildartekjum. Áætlaðar fjárfestingar eru samtals að fjárhæð 366 milljónir króna á næsta ári. Þar er að ræða kostnað vegna sorphirðu frá veitu Silfurtúns, gatnagerðar, Eiríksstaða og sér í lagi íþróttamannvirkja, auk minni verkefna við viðhald eigna. Gert er ráð fyrir að skatttekjur hækki 8,2% á milli ára. Framlög jöfnunarsjóðs hækki 9,2% á milli ára, en það ber þó að geta þess að jafnvel þó að þannig sé mikil hækkun, þá er þetta einungis 1% hækkun frá því sem það var í fyrra, þar sé 2020. Og síðan hækkar fasteignaskattur í samræmi við fasteignamat, álagningarprósenta fasteignaskatta er óbreytt. Langstærsti liðurinn eru fræðslu og uppeldismál og sá liður hækkar 38,4 milljónir króna eða 10%. Fræðslumálin taka til sín 54,5% af skatttekjum sveitarfélagsins eða 36% af heildartekjum A og B hluta. En fyrri talan er það sem að fyrst og fremst þarf að miða við vegna þess að til dæmis í B hluta eru við með Silfurtún sem er með fær framlag upp á rúmar 180 milljónir á ári, þannig að það auðvitað lækkar þessa prósentu. Næst stærsti liðurinn er dvalar- og hjúkrunarheimili Silfurtún og það eru framlög frá sjúkratryggingum áætlaðar 187,9 milljónir króna á næsta ári. Reksturinn á Silfurtúni hefur verið mjög erfiður og það hefur verið þar mikill halli og halli meiri en áætlun oft á tíðum. Það var gerð tímabundin framlenging á samningi rekstur Silfurtúns og þessi framlenging gildi til 1. mars 2022. Og í áætluninni þá miðum við það að tekjur í samræmi við þær framlengingu haldist á árinu 2022. Það er hins vegar þannig að í fjárlagafrumvarpinu eins og núna er að þá, eins og það var lagt fram til fyrstu umræðu, þá er ekki gert ráð fyrir þessari hækkun sem kom þarna. En hins vegar skilst mér af fundum frá samtökum fyrirtæki í velferðarþjónustu sem að Silfurtún á aðild að það sé nú góðar vonir að þetta muni ganga til baka. Þriðji stærsti liðurinn er svo sameiginlegur kostnaður og hann hækkar 14,6 milljónir króna eða 14%. Skýringin á þessar hækkun er fyrst og fremst launabreytingar og kostnaður sem að tengist því að það eru sveitarstjórnarkosningar á árinu og
meðal annars þá gert ráð fyrir þeim kostnaði það sveitarstjórnarskipti og einnig mögulegu kostnaðar við sveitarstjóraskipti. Og það er mikilvægt, það er munurinn á því þegar það eru sveitarstjórnarkosningar og aðrar kosningar að við fáum engin ríkisframlög til að standa undir kostnaði við sveitarstjórnarkosningar en hins vegar þegar það eru alþingiskosningar eða forsetakosningar þá fáum við ríkisframlög og þau hafa allavega með þær kosningar sem hafa verið núna á kjörtímabilinu þá hefur það staðið undir þeim kostnaði sem hefur fylgt þeim kosningum. Aðrir liðir eru minni en eins og ég nefndi fjárfestingaliðirnir eru það eru mikla fjárfestingar og það sem ég vildi nefna það sem gert ráð fyrir núna og það er mikilvægt að það komi fram. Þetta eru tölur sem að miðast við að tillögur byggðaráðs verði samþykktar. Greinargerðin gengur út frá því og fjárhagsáætlunarskjalið sem að liggur fyrir, það gerir ráð fyrir því að þeim forsendum sem hafa komið eftir umfjöllun byggðaráðs á milli umræðna. En þar sem stærstu fjárfestingarnar eru að það er gert ráð fyrir 250 milljónum vegna íþróttamiðstöðvar. Það er gert ráð fyrir 28 milljónum rúmum vegna gatnagerðar. Það er 26 milljónum vegna fráveitu og það eru bæði fráveita sem kemur til vegna gatnagerðar og eins hreinsunarstöðin sem að verður sett við útrásina hérna í Búðardal. Vatnsveitan eru 16,5 milljón. Þar eru langstærsti liðurinn kostnaður vegna tengingar lauga við vatnsveituna en síðan er svo kostnaður vegna vatnsveitukostnaður sem fylgir sem gatnagerð og það liggur þegar fyrir ákveðin hluti gatnagerðar sem verður að fara í því að það er búið að úthluta 2 lóðum, 1 raðhúsalóð fyrir 3 raðhús og einbýlishúsalóð, þannig að það er gatnagerð sem verður væntanlega að fara í bara strax eftir áramótin. Nú það er gert ráð fyrir fjárfestingu á Silfurtún á 11,8 milljónir og reyndar er raunfjárfestingin hærri að því við erum að gera ráð fyrir því að það komi framlög úr framkvæmdasjóði aldraðra. Mér minnir þetta séu 13,5 milljón í heildina með framlögum úr framkvæmdasjóðnum. 9,5 milljónir vegna sorphýðu, Auðarskóli 7 milljónir fyrirgefið. Langstærsti hlutin þar er vegna viðgerða utanhúss á húsinu og síðan er gert ráð fyrir 4 milljónum í viðhald á Eiríksstöðum og það er upphæð sem er gert ráð fyrir til næstu 4 ára. Það er bara það sem þarf til þess að viðhalda tilgátu bænum. Aðri liðir eru svo lægri heldur en þetta. En þetta er umtalsverða fjárfestingar sem þarna er verið að tala þó svo að áttur íþróttamiðstöðin séu þetta það sem að sker sig úr. Nú lánin hjá okkur, það eru afborganir langtímalána eru 40,6 milljónir á næsta ári en við erum á árinu 2022, 2023 og 2024 eru lán að klárast en það er eins og verði ákveðið að fara í þessar stóru fjárfestingar þá koma ný lán í staðinn. Ég láti þetta duga. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Ég ætla kannski að rekja bara í stuttu máli þarna breytingatillögur byggðaráðs. Þannig að ég gef orðið laust aftur. En þar er náttúrulega kannski stóra breytingatillagin er að hækka fjárfestingakostnað í íþróttamiðstöð úr 600 milljónum í 950 milljónir og í raun gert ráð fyrir því að framkvæmdir dreifist á 3 ár og þessi mannvirki verði komin í fullan rekstur árið 2025. Áætlunin er að gera ráð fyrir því að mannvirkin verði tekin í notkun seinni hluta árs 2024. En síðan eins og kom fram hérna og við samþykktum í gjaldskrá áðan er breyting sem að þarna lækkaðar tekjur vegna lækkaðra leikskólagjalda. Það er hækkun á launakostnaði og tilfærslur á milli málaflokka
ætla bara að lesa þetta hérna. Semst á 280. fundi byggðarráðs þá var staðgreiðsla hún hækkar 10 milljónir, jöfnunarsjóður lækkaður 10 milljónir, laun hækkað 3,7 milljónir, framlag 1,6 milljónir í málaflokk 20 og líka í málaflokk 53. Tekjur lækka 4,7 milljónir vegna nemenda utan sveitarfélags, tekjur hækka 2.868.000 vegna byggingarleyfa, gatnagerða, fráveitu og vatnsveitu. Tekjur lækka 508.000 krónur vegna lækkunar á húsaleigu félagslegs húsnæðis. Gjöld lækka 250.000 vegna hreinlætismála og 106.000 vegna brunamála. Og gjöld hækka 250.000 vegna félagslegs húsnæðis og 184.000 vegna matarkostnaðar. Og síðan var á þessum fundi gert ráð fyrir hækkun framkvæmdakostnaðar íþróttamiðstöðvar í 950 milljónir. Síðan á fundi byggðarráðs 3. desember þá lækka tekjur rúmar 3 milljónir vegna gjaldskrárlækkunar leikskóla. Það er hækkun tekna 1800.000 eða 1,8 milljónir vegna sorpgjalda, þar sem gjaldskráin er hækkuð. Gjöld lækka 820.000 krónur vegna niðurgreiðslu leikskólagjaldra, vegna lækkunar og gjaldskrá. Það er lækkun 1 milljón vegna lögfræðikostnaðar, það er lækkun 500.000 vegna vaxtakostnaðar hjá Dalaveitum, það er hækkun fræðslumála 3.164.000 krónur og hækkun á rekstrarkostnaði 2 milljónir. Og afgangur af B-hluta verður því 6,7 milljónir og þegar tekið hefur tillit til hlutdeildarfélaga er rekstrarafgangur rúmar 4 milljónir. Þetta er þessar breytingatillögur sem við tökum hér til afgreiðslu og við tökum síðan fjárhagsáætlunina til afgreiðslu endanlega, en orðið er laust. Skúli. Oddviti, góðir fundamenn. Mér langar kannski að fara aðeins nokkrum orðum fjárhagsáætlun sem við byggðarráður leggjum til hér við sveitarstjórn. Ég held ég tali kannski bara fyrir hönd okkar allra og biður þá að leiðrétta mig ef að ég er að fara með eitthvað vitlaust. En ég sagði í fyrra við svipað tilefni að þetta væri mjög metnaðarfull áætlun sem við lögðum fram í fyrra og sennilega metnaðarfullsta áætlun sem hefði verið lögð fram í mörg ár. Því þá ætlum við að fara að byggja íþróttamannvirki og setja í það 600 milljónir. Við toppum okkur heldur betur núna og áætlun í ár er sem sagt fyrir næstu 3 ár er mun metnaðarfyllri en þá. Þannig að ég held að við sem bara toppa okkur af því að þetta er síðasta skipti sem við getum gert á þessu kjörtímabili. En til þess að fara aðeins yfir þá vil ég nú samt fyrst að þakka meðstjórnendum mínum í byggðarráði fyrir allar þá vinnur sem þau hafa lagt í þetta og ekki síst starfsfólkinu á skrifstofunni og öllum deildarstjórum sem hafa lagt ómetanlega vinnu í að gera þessa fjárhagsáætlun svona góða upp í hendurnar á okkur. Þannig að við höfum svona fullt bara fínbúsa og taka ákvarðanir einhverja hluti. En þannig að ég held að þakklæti sé komið til skilabónandi og ég vil kannski þá bara aðeins fara yfir fjárhagsáætlunina. Þessi áætlun gerir ráð fyrir næstu 3 árin að við förum í framkvæmd hér á íþróttamannvirki fyrir 950 milljónir og ég held að það sé svona nálgast það sem ég hef alltaf sagt að íþróttamannvirki myndi ekki kosta undir milljarði og ég ætla að standa við þá tölulega ennþá þó að 950 milljónir sé bara í áætluninni að ég held að þessi íþróttamannvirki verði aldrei undir milljarði og við tökum bara á því og gerum þetta með reisn eins og ég hef sagt áður. Ég veit ekki hvað að segja meir þetta en svona reksturinn á sveitarfélögum verður bara ágætur miðað við að við tökum lán fyrir honum næstu árin en ég vil kannski nefna svo þegar að við erum búið með fjárfestingun á íþróttamannvirkjunum og lánin eru öll komin í höfn þá fer nú frekar að halla undir fæti og við áætlunina sem er í gildi í dag með 25 þá erum við komið með 58 milljónir í mínus á rekstri sveitarfélagsins og það er mikil vinna fyrir
væntanlega sveitarstjórn að fara að höggva í það skarð. Það er eitthvað sem sveitarfélagi getur alls ekki rekið sig á næstu árin þar og eftir. Þannig að það verður að fara að finna tekjur og skera niður. Ég hef kannski talað svolítið oft fyrir því og nefnt það að við þurfum að gera okkur grein fyrir því. Það er ekki nóg að byggja, heldur þurfum við að reka þessi mannvirki og við viljum framkvæma líka. En það er bara þannig að þegar við förum í svona stóra framkvæmd, ég ætla bara að nefna einu senn, þá er það þannig að við verðum, það er einhvers staðar sem að heggur í. Og ég held að sé bara ekkert illa sagt að við verðum bara að vera meðvituð það. Og það er líka gott þá að vera meðvitaður það til þess að geta tekið ákvarðanir næstu skref. Það er að segja hvernig við ætlum að tækla áætlanirnar næstu árin. Það er kannski helst þetta sem ég vildi nefna í þessari áætlun og ef það er eitthvað sem að þið einu ára og þurfi finnist að við þurfum að bæta við þá endilega vil ég að þið komið við það hérna upp. En enn og aftur, allir þeir sem hafa komið að þessu sérstaklega starffólk skrifstofunar og deildarstjórar, takk kærlega fyrir alla þessa vinnu sem hefur lagt á okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn og íbúar. Já, þetta hérna er eina af þessum mjög svo erfið ákvörðun sem þarf að taka. En kannski fyrst svona langar mig að velta upp einni spurningu til Byggðaráðs sérstaklega. Að þegar að vera með áætlað að þetta kosti 950 milljónir, eru menn að horfa til þess að það sé bara það sem byggingin kosti, eða eru menn að horfa í það hvað pakkinn kostar á endanum, þegar við erum búin að greiða niður lánið. Af því öll vitum við það að taka lán, það ber með sér vexti og annað. Er það inn í þessu 950 milljónum eða ekki? Þannig að ef það er ekki, þá erum við nættilega að fara að horfa. Já, við þurfum að horfa á þetta stærra. Þetta er rosa margt sem er óljóst í þessu. Ég er búin að vera svona að reyna að mynda mér einhverju skoðun á þessu. Að reka mannvirkin á laugum og Búðardal í dag, íþróttamannvirki, kostar okkur sennilega einhvað 3% af öllum tekjum okkar. Ef við miðum við að tekjur Dalabyggðar sé 1,2 milljarðar. Ég myndi halda það kostnaður upp á 40 milljónir. Og þú veist, ég reyndar vildi fá frekari útlistun á því ef við gefum okkur það að við tökum lán upp á 700 milljónir. Lán til 34 ára. Afborgun af því gæti þá orðið eitthvað 20,5 milljónir á ári. Ég veit hins vegar ekki hver vaxtakostnaðurinn er, vextir og verðbætur. Það er það sem ég langaði svo að fá að vita, að geta bara sett upp svona Excel-dæmi eða Excel-skjal þar sem að við gætum bara sagt, ok, að lánin og afborgan, eða vextur og afborganir til 34 ára, hvað er þetta mikið ári sem við erum að fara að setja í þetta? Menn eru að áætla að rekstrakostnaður við þessi mannvirki verði 43 milljónir í laun og 7 milljónir í rafmagn og hita, sem ég held að sé alveg galið. Bara, ég trúi ekki þeirri tölu. Ég vil freka gefa þá tölu að bara til að geta svona gefa mér einhverja forsendur og ég ætla bara að gefa mér 80 milljónir í rekstrarkostnað. Ég held við er ekki eins og vissum að það dugi, sko. Við hljótum alltaf að hafa þetta eitthvað opið allavega og við búum kannski ekki við alveg sömu aðstæður og Stykkishólmur. Þeir kaupa sitt heitt vatn af Veitum
Þeir eru með mjög heitt vatn. Við erum aftur á móti kannski ekki með eins heitt vatn. Þeir hýta kalda vatnið upp með heita vatninu sem fer í laugina. Ég veit ekki alveg hvað við getum gert þar. Kannski þurfum við meira heitt vatn til að geta hýtað upp. Þetta þekki ég bara ekki, þannig ég myndi halda að hítunarkostnaður okkar ætti að vera töluvert meiri. Við þannig já, ég ætla að gefa mér allavega bara 80 milljónir. Þannig miðað við það, ef ég gef mér einhverjar forsendur hver þessi vaxtakostnaður það gæti við verið að horfa á, mér finnst ekkert ólíklegt að við séum að fara að horfa á það að svona 12% af öllum tekjum Dalabyggðar fari í íþróttamannvirki. Og þá ég að tala lán, ef við tökum lán fyrir 700 milljónir. Hins vegar verðum við að taka það líka með í reikningin að það ekkert víst að Laugar seljist. Og ef að Laugar seljast ekki, þá þurfum við væntanlega meira lán, 300 milljónir sennilega í viðbót. Og við þurfum að reka þessi mannvirkin á Laugum líka. Þannig að þá getum við verið að fara að tala kannski 14–15% af tekjum Dalabyggðar fari í þessi mannvirkin. Ég tek það fram, þetta eru svolítið miklar ágiskanir, en mér finnst þægilegt að kannski horfa á þetta svolítið svona. Núna í dag 50% af tekjunum að fara í grunnskólan eða skólamálin. Það verður ekkert mikið eftir. Það það sem maður að spá í. En hins vegar ég samt alveg á því, við erum að fjárfesta til framtíðar. Þannig ég á rosalega erfitt með að taka þessa ákvörðun. Ég skal bara alveg viðurkenna. Ég hefði viljað fá meira vera bara með fastari upplýsingar eða ekki upplýsingar eða bara fastari vitneskju þetta. En hins vegar náttúrulega, við erum með marga óvissuþætti. Við til dæmis vitum ekki hvort að þetta kostar 950 milljónir. Það eitt. Við höfum engin gögn sem segja okkur hvað þetta kostar. Ekki nein gögn. Þannig að þar erum við líka með mikla óvissu. Svo ætla ég bara að leyfa mér að segja hér, af því að ég hef verið að velta fyrir mér og ég hef svo sem ekkert fengið ekki mikinn hljómgrunn það hér og ætla kannski ekki að gera það tillögu minni, en ég eða biðja ykkur að ræða það neitt sérstaklega. En ég hugsi yfir þessu. Við erum með frábæra sundlaugin á Laugum, við skulum ekki gleyma því. Við erum með 25 metra laug og það eru bara fá sveitarfélög sem hafa 25 metra laug í dag. Það bara staða sem við höfum í dag. Ég óttast hreinlega að sala á Laugum gæti orðið mjög torveld ef uppbygging á nýrri sundlaug fer af stað hérna í Búðardal. Það verður rosalega erfitt fyrir þann aðila sem kaupir lauga að vera í samkeppni við sundlaug hérna í Búðardal. Við getum líka lent í því, ef við verðum bara heppin, að við fáum fjársterkan aðila inn á Laugum og hann sér hag í því að setja upp rennibraut, að það verður erfitt fyrir sveitarfélagið að vera í samkeppni við þann aðila inn á Laugum. Þannig að við þurfum líka að skoða þetta þannig. Ég skil samt vel að menn vilji taka þetta skref saman að byggja íþróttahús og sundlaug. En þetta bara vangaveltur sem ég búin að vera að velta upp og hef pínu áhyggjur af. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég ætla að láta þetta duga í bili. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Og þetta góði fundarmenn, ég ætla ekki bara að svara Önnu þar sem hún beindi til Byggðarráðs. Kostnaði við íþróttahúsið, þá eru 950 milljónir, það bara kostnaðurinn við byggingu á húsinu.
Það er ekki fjármagnskostnaður eða neitt slíkt. Þannig að vextir og verðbætur og allt leggjast ofan á það á einhverjum 34 árum eða hvernig sem láni verður útfært. Ég myndi ekkit endilega segja að við erum endilega í samkeppni laugar. Ég er ekki alveg á því að ég er ekki viss að sá sem kaupir laugar allir endilega fara í að reka bara sundlaug. Þó að hún sé bara til staðar þarna held ég að verði eitthvað annað sem að kemur inn á laugum sem að trekkir þangað að heldur sundlaugin. Og það hefur ekki verið rætt í starfshópnum með neitt, en ég hef nú alveg trú á að eftir umræðurnar og íbúafundinum að þá verði kannski hugsað til þess að skoða stækkun á sundlauginni hér. Það hefur ekki verið rætt neitt í hópnum, tekað fram. En svona með það sem að tala á íbúafundinum þá fannst mér svona menn kalla meir eftir 25 metra laug. Og ég held að við ættum bara að skoða það. Nú erum við kannski komið með meiri pening til að geta að skoða eitthvað. Það er bara þannig. Og við þurfum bara að leggjast yfir það. Og eins og við fáum einhverja ábendingar. Ég hef alveg eftir íbúafundi fengið ábendingar, tölvupósta að einmitt taka þetta til skoðunar og það er ýmis fleiri atriði sem að verði bara gert. Og ég held líka, eins og Anna segir, að rekstrakostnaðurinn á íþróttamannvirki hér, hann verður svona 80 til 90 milljónir. Þannig að það er kannski svona 40 milljónum umfram það sem er í dag. Og þá horfi ég bara á svipað íþróttamannvirki eins og er rekið á Hvammstanga. Og það er rekstrakostnaður sem þar er. Þannig að þú ert svona, ég hugsa að það sé rétt, já, þetta verði svona 12% af tekjum sveitarfélagsins sem fer í þetta. Og kannski bara alveg þess virði. Takk. Takk fyrir þetta. Leiris Helja Takmarks, Einar. Ágætu fundamenn. Ég vil nú bara lýsa ánægju með bara alla svona umræðu. Hún er af hinu góða og það kom í ljós á íbúafundinum og allavega skynjaði ég og hef skynjað eftir fundina að samfélagið kallar á þetta og ég hef náttúrulega talað mjög opinskátt þetta, allt þetta kjörtímabil og fyrr varðandi kostnaðinn miðað við þau gögn sem við höfum frá Eflu og þá útreikninga að þá liggur þetta verðbil á þessum teikningum miðað við það sem þeir hafa reiknað út, þá ættu 950 milljónir að duga miðað við þetta, þó við vitum að þetta geti kannski alltaf dansað eitthvað, það bara á eftir að koma í ljós. Við höfum allan tíman, ég held að fólk sé alveg raunsætt á það, að það kostar töluvert að reka þessi mannvirki. En á sama tíma er erfitt að meta síðan ágóðan. Það sem við fáum síðan í raun og veru í vasann í staðinn. Við fáum hann í vonandi bættri lýðheilsu fólks, vonandi fáum við þetta í færri veikindadögum og þó að sé mjög erfitt að reikna svoleiðis út til hlítar. Mér finnst það vefst ekki fyrir mér að taka þessa ákvörðun af því ég bara trúi því að þetta sé í raun og veru eitt af mikilvægasta sem við getum gert í raun og veru til þess að viðhalda og styrkja byggðina hérna. Af því það er öllum ljóst að við erum í svona ákveðinni varnarbaráttu hérna. Auðvitað þurfa fleiri þættir að ganga upp sem að kannski sveitarstjórn, starfsmenn sveitarfélagsins hafa kannski ekki alveg bein áhrif á. Þar kemur bara einkageirinn líka inn í fjölgun starfa, fyrirtæki og annað slíkt. Þetta er svona skýr þáttur sem að sveitarfélagi getur gert og stórbætt sína innviði og þetta mun vonandi síðan leiða til þess að það verði hægt að til bara eitt dæmi að það verði vonandi
meiri möguleika því að við til dæmis fáum til starfa hérna sjúkraþjálfa. Þetta bara svona einn vinkill. Bara það gæti sparað fyrir íbúa Dalabyggðar. Það ansi margar milljónir á ári sem fara í til dæmis bara ferðalög fólks til að fara í þessa þjónustu. Ég sammála því sem Skúli sagði, það kom upp á fundunum varðandi þetta með stærð á sundlaug. Það alls konar útfærslur til, en á endanum þá snýst í raun stærð á sundlaug aðalega bara hve mikið vatnsmagn ofan í henni. Og það að sundlaug sé 16,6 metrar eða 25 metrar, það þarf í sjálfu sér ekkert að breyta rosalega miklu, það fer bara eftir hvað hún breið. Það hægt að mjókka svona laug og lengja, en á endanum kannski snýst, þetta ekki endilega svakalega dýrt að breyta lögun á svona mannvirki. En þetta bara skemmtilegt úrlausnarefni fyrir þetta verkefni og ég held að þetta verði bara skoðað með opnum hug. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Hanna. Oddviti og aðrir fundarmenn. Mér langar kannski bara aðeins að bæta við þetta. Að ég satt nú þennan íbúafund sem var mörgu leyti mjög góður. En mér fannst persónulega alveg vanta fleiri sjónarmið íbúa. Þarna voru 20 sem komu með fyrir, eða einhverjar umræður, það voru 20 sem komu upp í pontu þarna á íbúafundi. Sumir komu oftar en einu sinni, en þetta er 20 í heildina. Þar af voru 8 sem ekki eru sveitarstjórnarmenn eða varamenn í sveitarstjórn. Þannig að mér finnst það klárlega vanta meiri umræði frá íbúum. Ég hef ekki fengið neina einustu fyrirspurn eða ábendingu eða óskir eða vonir eða neitt frá neinum aðila. Ég samt ekki að segja að ég sé á móti uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ég veit satt að segja ekki eiginlega neitt sem á móti því að fá íþróttahús og sundlaug í Búðardal. Ég held að öll viljum við það. Ég held að það snúist bara hvað við viljum eyða peningunum í. Ef það spurt í skoðanakönnun, vilt þú íþróttamannvirki í Búðardal? Að sjálfsögðu segja allir já. Þetta snýst ekki það. Þannig að að mynda sér einhverja skoðun út frá íbúafundi frekar ómarktækt, vil ég meina. Ég á mjög erfitt með að taka ákvörðun í þessu máli. Ég hugsa að ég myndi segja, já, ég vil íþróttamannvirki í Búðardal, skilurðu. Og ég alveg þar, en að vera með halla á rekstri sveitarfélagsins upp á 50 milljónir eftir 2025 og jafnvel þó nokkuð lengi. Við sjáum ekki þessa útreikninga hvaða mun ná kannski lengi. Það ansi mikið. Og ég kem inn sem varamaður og orðin aðalmaður í dag. Ég sé ekki fyrir mér að vera aftur í sveitarstjórn í maí eftir næstu kosningar. Þannig ég ætla að leyfa mér að sitja hjá í þessari afgreiðslu af þeirrum forsendum að ég tel mig ekki geta staðið við þetta áfram í framtíðinni og hefði bara kosið að ný sveitarstjórn fengi að endanlega taka ákvörðun það þó hún fái það náttúrulega að hluta til, skilurðu. Þetta bara byrjunin, en ég held að sé ekki að eyðileggja neinar vonir og drauma fyrir neinum með því að sitja hjá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja. Pálmi. Háttvirtir ágætu fundarmenn.
Ég vil bara þakka byggðarráð fyrir kjark og dugnaði að koma þessu máli áfram. Við mögum ekki, við þurfum að trúa sérfræðingunum sem er að vinna verki fyrir okkur og ekki vera að giska á einhverja tölu sem við höfum ekkert fyrir. Það er langt í land með marga hluti en það er ekkert að hræðast í þessu. Við erum búin að fá mannskap til þess að vinna þarna þessar áætlunargerðir og sirka útreikninga. Þannig að ég vil bara halda áfram að vera glöð. Við ætlum að stækka og fjölga. Ég ætla kannski ekki að stækka mikið en bara takk. Takk fyrir þetta, Pálmi. Fleiri sem vilja taka til máls. Ég sjálfum langar svona aðeins að bara bæta við þetta. Íþróttamannvirki eru náttúrulega mjög stór ákvörðun og eins og ég sagði hér sjálfur bara þegar ég kom upp hér íbúafundum daginn og ég get bara sagt þér aftur, ég hef sagt þér áður á fundi að ég er sjálfsagt búinn að skipta skoðun á þessu kjörtímabili, hvað mín afstaða er. Og ég ætla bara að rekja fyrir öllum sem hér eru inni og þeim sem hlusta þá á fundin af hverju mín afstaða er kannski breytt. Ég er að horfa kannski til lengri tíma litið upp á það hvort við ætlum að hafa þetta samfélag sem við búum hér í samkeppnishæft til lengri tíma litið. Það geta margir fleiri hlutir komið inn sem að hafa áhrif á rekstrarniðurstöðu eftir nokkur ár. Það er rosalega erfitt að horfa inn í einhverja kristalskúlu og sjá fyrir sér hvernig hlutirnir verða til lengri tíma litið. Ég er búinn að segja hér á fundi í byggðarráðum daginn þar sem ég kom inn sem varamaður og ítreka það bara hér einu sinni enn að ég tel að eitt af því sem við þurfum að skoða vel varðandi rekstrarkostnað núna eins og varðandi sundlaug er að skoða hvort að einhvers konar varmadælutekník geti lækkað þann rekstrarkostnað. Við þurfum bara að fá úttekt á því. Mögulega er það hærri fjárfesting í upphafi en svona miðað við það að það eru til heilu bæjarfélögin sums staðar, kannski erlendis sem eru kynnt upp með varmadælum, þá held ég að hljóta að vera til svo tækni að kynnt upp eitt stykki sundlaug umfram það að kaupa heitt vatn. Ég ætla að vona það líka að til lengri tíma litið verði Dalabyggð til að hluta stærra samfélagi og stærra sveitarfélagi og það verði verkefni þess sveitarfélags að sækja fram og við ætlum að stækka kökuna en ekki bítast það hvernig við ætlum að skipta einhver lítilli kökusneið á milli sveitarfélaganna. Við erum allt of oft að etja okkur saman í stað þess að reyna að sækja fram og hvernig við ætlum að stækka kökuna. Og mér langar í þessu að því tilefnið að vitna hérna í smá grein sem eða umfjöllun sem ég sá daginn sem er úr best veit doktorsritgerð Evu Maríar Hreinsdóttur sem nú sennilega hvað sérfróðust innan Háskóla Íslands málefni sveitarfélaga. Það er svona, veit að er hennar áhugamál. En hennar doktorsritgerð hún fjallaði ýmislegt í viðhorfi, tók viðtöl við sveitarstjóra fyrir 10 ára síðan allt land. Og mér langar að vitna hérna í bút úr einu þessu viðtali þar sem hún tekur viðtal við sveitarstjóra. Það sem sveitarstjórinn segir: það er svo skrítið í svona litlu sveitarfélagi þar sem enginn spyr að því hvernig verður sveitarfélagið eftir 10 ár. Það spyrja hins vegar mjög margir af því af hverju er þessi hola mokuð svona en ekki hins veginn. Og mér finnst við allt og oft vera með þessa skammtíma hugsun í staðan fyrir að hafa einhverja sameiginlega framtíðarsýn. Og það er út af þessu sem að ég samþykki þessa hækkun. Það er hellingur að vinna eftir áður en þessi íþróttamannvirki verða að veruleika. En við eigum að reyna að stækka kökuna og reyna að fjölga hér íbúum. Það er kannski mikilvægasta verkefni þegar að Dalabyggð fer inn í sameiningarviðræður.
ætlum við að stækka þetta samfélag og gera þetta venjulegan búsetukost til lengri tíma litið. Við heyrum alls staðar að fólk farið að gera sömu kröfum þjónustu óháð búsetu. Og þá held ég að við þurfum að geta boðið upp á sem mest á þeirri þjónustu þar sem megnið af annarri þjónustu til staðar. Það allavega mín skoðun. En orðið áfram laust þessa tillögu. Einar. Ágætu fundarmenn, ég náttúrulega viðurkenni það fúslega, ég þurfti sjálfum sér ekkert þennan íbúafund til þess að móta mér þessa skoðun og ég sammála ég meina flestur því sem að oddviti var að tala núna. Ég held að þessi íþróttamannvirki í tengslum við sölun á Laugum voru í raun stóra kosningamáli hér fyrir 4 árum, fyrir síðustu kosningar. Ég held að við eigum í raun ekki að gera þetta að kosningamálinu í vor. Ég held að sameiningarmálin eigi í raun að verða kosningamálið hér í vor og sú framtíðarsýn og það. Ég held að þetta sé eitthvað bara sem að þessi sveitarstjórn og ég held að hún sé alveg tilbúin í raun að stíga núna upp og klára þetta mál. Það eru síðan fleiri mál síðar á fundinu sem vinna öll í þá átt að við erum að sjá það fyrir okkur að reyna að fjölga hér íbúum og það er bara þannig og við höfum fundið að síðustu ár að í þessari samkeppni fólk þá bara verðum við að geta boðið upp á sömu þjónustu og aðrir, annars bara fólk það er bara ekki þannig í dag, fólk flytur ekki bara út af vinnu lengur. Það skoðar bara svo rosalega marga þætti og þetta er bara einn liður í því miður er hann rosalega dýr og vegur þungt hjá svona litlu sveitarfélagi en ég held að sé alveg þegar maður horfir einmitt 10 ár fram í tíman að þá verðum við örugglega hluti af stærri heild og þá held ég að sé bara mjög gott að þetta sé komið hérna. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljóð, þannig að það er eitt sem ég ætla að bæta við. Fyrir utan þakkir til alls starfsfólks og annarra. Þá ætla ég líka bara að þakka Skúla, Einar og Röggu fyrir að vera búin að vera í þessum stýrihópi íþróttamannvirkin. Því ég held að við séum með þeirri vinnu komin á mikið betri stað heldur við vorum fyrir kannski 2 árum síðan. Það er búin að skila sú vinna, við skulum ekki vanmeta þá vinnu sem er búin að eiga sér stað þar. Og að sjálfsögðu þakka ég líka öllum öðrum sem er búið að þakka, Skúli þakkaði hérna áður. Og það er allir hrós skilið fyrir þessa metnaðarfullu fjárhagsáætlun. En við þurfum að afgreiða hana og við þurfum fyrst að afgreiða í raun og veru breytingartillögur byggðarráðs. Og það sem að svona veigamikla breytingu er að ræða, vil ég bara taka sérstaklega fyrir fyrst íþróttamannvirkin að þeir sem eru samþykkir því að fjárfesting íþróttamannvirkja hækki úr 600 milljónum í 950 milljónir. Það liggur fyrir í fundargögnum líka sérfræðiálit sem þarf að vinna þegar við erum að tala þannig fjárfestingu samanber ákvæði sveitarstjórnarlögum. Þeir sem eru samþykkir þeirri breytingu gefur merki. Og þeir sem sitja hjá, hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er það breytingartillögur byggðarráðs frá fyrri fundir, þeir sem eru samþykkir þeim með í raun og veru íþróttamannvirkjum gefur merki. Þeir sem sitja hjá, hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er það breytingartillögur, breytingar byggðarráðs frá fundi 3. desember, þeir sem eru samþykkir þeim gefur merki. Þá eru sjálfvirku ljósin farin að virka hérna. Þetta er ekki skömmtun frá Landsnet sem veldur þessum ljósaleysi hérna. En já, þeir sem Eru ekki íþróttamannvirkin í því? Nei. Þeir sem eru samþykkir þeirri breytingartillögu gefur merki.
Hún er samþykkt samhliða og þá er það í raun og veru fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun þar og eftir í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða, þeir sem sitja hjá. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er þessum dagskrárlið lokið og við förum í dagskrárlið nr. 4. Það er breyting á samþykktum Dalabyggðar síðari umræða. Tókum þetta til umræðu á síðasta fundi. Og það er raun og veru kannski ein breytingartillaga við það sem rætt var síðast sem kemur í raun og veru frá öldungaráði Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar. Að í stað þess að séu skipaðir 2 fulltrúar og 2 til vara frá hverju sveitarfélagi séu þá skipaðir 1 fulltrú og 1 til vara. En einhverjir sem vilja ræða þetta? Ég ætla að bera fyrst þá breytingartillöguna upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða og þá er það þeir sem samþykkja þessar breytingar á samþykktum í heild sinni gefur merki. Þeir eru samþykktar samhliða. Þá er næst dagskrárliður 5. Það er viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2021 og ég skal bara biðja Kristján sveitarstjóra að rekja þennan viðauka. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar. Í þessum viðauka felast eftirfarandi breytingar. Það er lækkun á rekstrarliðum 200.000 vegna leiguíbúða og hækkun á rekstrarliðum 650.000 sem er annars vegar þjónustukaup Auðaskóla upp á 500.000 og hins vegar ýmis kostnaður upp á 150.000 og ég get alveg upplýst það að þessi ýmis kostnaður er sem sagt viðbót við þá upphæð sem var áætluð í að kaupa jólagjafir til starfsmanna eða starfsmanna og fulltrúi sveitarstjórnar þetta líka. Og það er bara til þess að hún gæti verið aðeins veglegri, kaupa ekki númer, á þessu segi hvaða er í jólagjöf, að ekki kaupa númer 2 heldur kaupa númer 3. Fjárfestingarnar þær lækka 12,2 milljónir í heildina en innan þeirra eru nokkra breytingar, þar að segja að Dalaveitur lækka 1 milljón vegna þess að það var áætlað eru 4 nýir staðir tengdir, þeir verða bara 3. Íþróttamiðstöðin lækkar 13 milljónir og það er bara vegna þess að það verður minni vinna keypt á þessu ári heldur en var áætlað. Við vorum búin að lækka þetta úr 100 fara í 20 milljónir og núna er að fara að lækka þannig að það verða rúmlega 7 milljónir sem að verða notaðar. Fjárfesting í Silfurtún hækkar 1 milljón og það sem sagt að því Silfurtún og Dalaveitur eru í B-hluta þá núllast það B-hlutin út og síðan er gert ráð fyrir að hækka fjárfestingu fyrir slökkvilið 800.000 en að kaupa á búnaði. Tekjur hækka 1 milljón vegna sölu á 2 bifreiðum og önnur bifreiðin er sem sagt slökkubifreið sem var seld og hún var seld á 800.000 og það er þess að verður að gera ráð fyrir því að innkomin af þeim bíl verður notuð til búnaðarkaupa og ég get upplýst að það er að ræða kerru sem þegar að bílinn er farin þá flutningsgetan minni og það sem þarf að kaupa flutningstæki í staðinn. Nú til viðbótar við þetta, sem sagt þessi viðaukar voru samþykktir á fundi byggðarráðs síðastliðinn mánudag. Þá vil ég gera tillögu breytingar til viðbótar sem snúa að Silfurtúni. Þær felast í því að rekstrargjöld þar hækki 10 milljónir og þarna er fyrst og fremst að ræða meiri launakostnað heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En á móti hækka tekjur Silfurtúns 5 milljónir þannig að heildar kostnaður hækkun á
á kostnaði rekstrarkonta Silfurtúns þá 5 milljónir miðað við þetta. Og þetta það í fundargögnum, þá var sem sagt viðaukaskjal sem var sent út með fundarboði sem gerði ekki ráð fyrir þessari breytingu en í fundargögnum hins vegar viðaukaskjal núna sem gerir ráð fyrir þessari breytingu, verði hún samþykkt. Og þetta þýðir þá það að hallinn á Silfurtúni verður 13 milljónir í stað 8 milljóna sem var áætlað. Já, og þá kemur þetta að sjálfsögðu fyrir Dalabyggð í heild. Við förum ekki niður í mínus en afgangurinn auðvitað lækkar. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri einhverju sem vilja taka til máls varðandi viðauka 8. Skúli. Oddviti, góði fundarmenn, bara aðeins varðandi þessar 5 milljónir sem koma óvænt inn í Silfurtúni. Þetta er ekkert sem að við fréttum af fyrir bara áðan eða í dag. Og mér finnst kannski, það er náttúrulega ekkert annan að samþykkja þetta til að geta klárað árið í Silfurtúni, en mér finnst að við verðum aðeins að passa að allar stofnanir sveitarfélags séu ekki bara með opinn tékka. Við verðum að vera svolítið standa á bremsunni og reyna að reka þetta þannig að svona gerist ekki, að hækki bara á síðasta mánuðin komi bara auka högg 5 milljónir á einu bretti. Það væri slæmt ef að það gerðist bara í hverri deild fyrir sig. Ég held að þessu allar aðra deildir séu bara reknar alveg til fyrirmyndar, þannig að bara taka það fram. En þetta er eitthvað sem að gerist út af veikindum og einhverjum óvæntum kostnaði, en mér er sama. Kannski þurfum við eitthvað að endurskoða og skoða hvernig reksturinn á Silfurtúni er yfirleitt og hvert að við þurfum, allavega stjórnin þurfum við þá kannski aðeins að hugsa út fyrir boxi hvernig við getum komið í veg fyrir að svona þurfi að gerast. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljóðs. Þá ætlum ég fyrst að taka til atkvæða bara breytingartillögu Kristjáns varðandi Silfurtún. Þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða og þá er það viðaukinn í heild sinni með breytingartillögunni. Þau sem eru samþykkir honum gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 6, það er umsókn í brothættar byggðir. Það þarf að skipa 1 fulltrúa sveitarstjórnar og 2 íbúa og 2 fulltrúa frá íbúum í verkefnisstjórn. Og síðan eiga samtök sveitarfélaga á Vesturlandi eftir að tilnefna 2 fulltrúa og Byggðastofnun 2. Og það liggur raun og hér fyrir kannski tillaga sem að Kristján sveitarstjóri vorum búin að ræða saman að sveitarstjórn feli menningarmálanefnd annars vegar og atvinnumálanefnd hins vegar að tilnefna fulltrúa íbúa í verkefnisstjórn. Hvora nefnd á að tilnefna 2 aðila, karl og konu. Og sveitarstjórn muni síðan velja fulltrúur hópi þeirra sem nefndirnar tilnefna og það verður þá gert á næsta fundi sveitarstjórnar í janúar ásamt því að ganga frá tilnefningu þá fulltrúa og sveitarstjórn. Einhverjum vilja ræða þessa tillögu sérstaklega eða málið í heild sinni. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn bara, og ég hugsa að þetta verði nú alveg gert, en bara mjög gott að þessar nefndir tilnefni þessa aðila, en bara mjög mikilvægt að nefndirnar ræði við viðkomandi hvort hann vil ekki örugglega vinna í því. Það er eiginlega mikilvægast. Takk fyrir þetta, Anna. Þetta er rétt með ábending og þeim verður örugglega komið á framfæri við nefndirnar þegar þær funda. Það eru nú fulltrúar í sveitarstjórn sem sitja í báðum nefndum. Þeir taka þetta með sér inn á nefndafund. En fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki.
Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 7. Það er endurskoðun samnings um embætti skipulags- og byggingafulltrúa. En það fór fram fundur hér í byrjun nóvember þar sem að oddvitar og sveitarstjórar þeirra sveitarfélaga sem eiga aðild að samningi um embætti skipulags- og byggingafulltrúa funduðu. Og það voru gerðar smávægilegar breytingar á þessu samkomulagi bara í samræmi við fyrirmæli frá samgöngu- og sveitarstjóraráðuneytinu og svo bara samkvæmt reynslu af þessu samstarfi síðustu 2 ár. Og þessar tillögur voru lagðar fyrir byggðarráði og byggðarráð hefur lagt til við sveitarstjórn að þessi samningur verði staðfestur. Einhverjir vilja ræða þennan samning? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir þessum samningi gefur merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 8. Það er umsókn um styrk vegna vegar. Þetta er umsókn um styrk frá eigendum Hellu, Skoravíkur og Skóga. Það var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 25. nóvember og þá lagði byggðarráð til við sveitarstjórn að erindinu verði hafnað. Þetta var aftur til umfjöllunar á fundi byggðarráðs 3. desember síðastliðinn því að umsækjandi óskaði eftir upplýsingum á hverju byggðarráð byggði tillögur sína og byggðarráð lagði til við sveitarstjórn að veita ekki styrk til vegarins þar sem sveitarfélagið styrkir ekki heimreiðir. En einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Skúli? Þetta fundamenn, mér er kannski aðeins bara að leiðrétta. Fundur byggðarráðs var 7. desember, ekki 3., þannig að hann sé bara á hreinu. Nú verður bara að skrifast á mig að ég las bara það sem stóð á blaðinu hjá mér. En orðið er laust. Það kveður sem engin hljós, þá er í raun og bara tillagan svo að tillaga byggðarráðs að sveitarstjórn veit ekki styrk í þessa framkvæmd. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 9, það er eignarhald félagsheimila. Þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 25. nóvember og Menningarmálanefnd hefur unnið úttekt á nýtingu félagsheimila í eigu sveitarfélagsins og lagði eftirfarandi til. Árblík yrði gestastofa eða athugað verði með hentugra rekstrarform og mögulega leigt til rekstraraðila. Tjarnarlöndur, menningarhús, sturlustofa, athugað verði með hentugt rekstrarform og mögulega leigt til rekstraraðila. Staðarfell, samtal við Hvöt og Dögun yfirtöku á eignarhlut Dalabyggðar í félagsheimilinu. Dalabúð, frekara hlutverk verið skoðað eftir að hönnun og tenging íþróttamannvirkja liggur fyrir. Að öðru leyti vísaði Menningarmálanefnd í skýrslu sem var lögð fram á fundinum. Á fundi byggðarráðs þarna 25. nóvember, það er ekki rétt dagsetning. Þá var lagt til við sveitarstjórn að Árblík verði auglýst til leigu og það er þá í raun og svo tillaga sem við þurfum að taka til umfjöllunar hér. En orðið er laust. Takk fyrir sér engin hljós. Anna, gjör svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég ætla mér svo sem ekkert að vera á móti þessum tillögum sem komu hérna fram. Mín skoðun er samt svo að við ættum bara hreinlega að selja megnið af þessum félagsheimilum og ég sé eiginlega ekki, þú þarf alltaf að pröfa í einhver ár að leigja þetta og gá hvað kemur út úr því. Það er alveg saklaust að bíða í einhver ár í viðbót en ég held að veri bara farsælast fyrir sveitarfélagið að losna við þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljós. Þá er bara hér tillaga tillaga byggðarráðs að Árblík verði auglýst til leigu. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 10, það er umsókn um lóð Bakkahvammur 13 og
Það er umsókn frá Pálma Ólafssyni lóðina Bakkahvamm 13 fyrir einbýlishús. Byggðarráð samþykkir að úthluta lóðinni Bakkahvammi 13 til Pálma Ólafssonar með fyrirvara breyting á deiliskipulagi þar sem lóðin núna skilgreind sem raðhúsalóð. Og byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að fram fari minni háttar breyting á deiliskipulagi þar sem lóðin Bakkahvammur 13 verði breytt úr raðhúsalóð í lóð fyrir einbýli og lóðinni Bakkahvammi 15 verði breytt úr raðhúsalóð fyrir 4 íbúðir í lóð fyrir 3 íbúðir. Jafnframt verði lóðaúthlutun til Bakkahvamms HSES breytt þannig að stofnuninni verði útlutt lóðinni Bakkahvammur 15 í stað Bakkahvamms 17. Þetta þá svo tillaga sem liggur hér fyrir fundinum. Einhverjum vilja ræða þessa tillögu? Þá raun hér fyrst að þeir sem eru samþykkir því að Pálmi Ólafsson fái lóðina Bakkahvamm 13, þeir sem eru samþykkir því gefumerki. Hún samþykkt samhljóða og svo hin tillagan að framfari minni háttar breyting á deiliskipulagi og að Bakkahvammur HSES fái lóðina Bakkahvamm 15, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefumerki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 11, það er fasteignafélagið Hvammur ehf. Úr söluferli. Á 211. sveitarstjórnar var eftirfarandi bókun færð í trúnaðarbók og sem sagt síðan við nánar skoðum þá liggur fyrir að sveitarstjórn þarf bara að samþykkja ákveðna bókun ef af sölun á að verða og ég ætla bara að lesa þá upp hér þá bókun sem þarf bara að taka fyrir hér á fundinum. Sveitarstjórn veitir heimild fyrir sitt leyti sölu eigna fasteignafélagsins Hvamms ehf. Söluverð verði krónur 28 milljónir en félagið mun halda eftir húsinu sem gengur undir nafninu Síbería eða Ægisbraut 4B og lóð þar í kring. Þá eru þinglýst kvöð á eignina til 10 ára sem kveður á það að ef hún verði seld fyrir hærri upphæð en krónur 28 milljónir fær félagið 50% af kaupverði umfram þá upphæð. Einhverjum vilja ræða þessa tillögu? Skúli? Háttvirtir góðu fundarmenn. Ég ætla kannski bara að vera svolítið samkvæmur sjálfur mér. Þetta var tekið fyrir á síðasta fundi og þar ákvað ég að sitja hjá við þá afgreiðslu að selja húsnæði fyrir 28 milljónir og ég ætla að gera það áfram en vona samt innilega að það verði endalaus og mikill og bættur rekstur í þessu húsnæði. Ég hef enga trú á öðru en að þeir hljóti alltaf að efla hann mikið miðað við að fá þessa eign fyrir þetta verð sem var auglýst til sölu á 84 milljónir. Þannig að það er mikill afsláttur en vonandi gengur það bara vel en ég ætla að sitja samt hjá við þetta. Kannski eitt sem ég langar til að spyrja út í og fá ekki svör við. Við ætlum að halda eftir þessu húsi sem við kalla Síbería. Hvað ætlum við að gera við það? Hverju fylgir það ekki bara með? Eða verður það bara einhver kostnaður á Hvammi ehf. Í framtíðinni? Bara smá spurning. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Einar? Ágætu fundarmenn. Það er kannski tvær ástæður svona í hugsuninni með að halda þessu eftir. Félagið, það er ágætt fyrir félagið að hafa þessa litlu eign meðan að þessi kvöð er á húsinu. Þetta félag þetta er sem sagt Dalabyggð, Byggðastofnun og svo KS líka þarna lítinn hlut. Hugmyndin er í raun og veru sú að gera þetta hús aðeins upp. Það er ekki reynda búið að reikna út hvað það kostar en meiningin er síðan í raun og veru bara að selja þetta hús síðan og það er svona sem kannski ekki búið að hugsa nákvæmlega hvað ætti að fara inn í þetta hús en það væri eitthvað svona sem myndi nýtast samfélaginu með einhverjum hætti. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Kristján?
Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, mig langar að segja frá því sem hefur verið varpað svona óformlega upp og rætt, eins og segja, rætt óformlega. Og það hver geti svo orðið framtíð fasteignafélagsins Hvamms. Eins og Einar sem stjórnarformaður nefndi réttilega, þá þetta litla hús gefur það ýmsa möguleika. En einn möguleikin að félagið gæti orðið svo kallað áttaga fjárfestingafélag. Að fjármunir, þá þýðir það að fjármunum verði áfram haldið inn í félaginu, en félagið muni nýta þá til að fjárfesta í atvinnurekstri í héraði. Engar ákvarðanir verið teknar það og það þarf náttúrulega að breyta samþykktum félagsins með tilliti til þess ef að yrði og það kæmi það náttúrulega hér inn á sveitarstjórnar sem því sveitarfélagið stærsti eigandi að þessu félagi. En það ég held að sé áhugavert að ræða þessa hugmynd. Takk fyrir þetta, Kristján. Þuríður auðvitaðmarðið og svo Anna. Oddviti og fundamenn, ég satt líka hjá við afgreiðslu málsins síðast og ég ætla að gera það áfram. Mér finnst verðið og lágt með hvað var sett á þetta í upphafi, en á sjálfsögðu vona ég og veit að þessir aðilar sem eru að kaupa húsið þeir verða með blómlega rekstur þarna áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Anna. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég ætla að samþykkja þessa tillögur og reynda bara búin, ég samþykkti þetta verð og mér langar að gera grein fyrir því af hverju ég samþykki þetta verð. Í fyrsta lagi er ástæða fyrir því svo að hér að ræða menn sem eru að skapa störf í samfélaginu sem eru dýrmætt í okkar litla samfélagi. Og í öðru lagi getum við litið á þetta þannig að þetta félag er búin að greiða sennilega hátt í 50 milljónir í leigu á þessu húsnæði frá því að tók við þessu, frá því að leiða það. Og ég vil bara leyfa mér það að þetta er bara liður daglegur í því að byggja upp atvinnustarfsemi á svæðinu. Ég er ekkert að segja að þessi fordæmi fyrir þessu, að við höfum að halda svona áfram. En þetta við getum alveg tekið þetta saman. Ef við tökum bara þessa leigu tekið pluss söluverðið, við erum bara að verða komin í 80 milljónir. Þetta, þú veist, ég veit við megum alltaf kannski ekki torfa svona, en við í sveitarstjórn, þurfum að finna störf og það er þess vegna sem ég samþykki þetta. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Ragnheiður. Oddviti og sveitarstjórnarfólk. Mér langar bara aðeins að spyrja, er einhver sem getur sagt mér hvað við værum að fá í fasteignagjald að þessu húsi þegar það er ekki okkar eigu lengur? Svona cirka bát til að hjálpa mér að ákveða mig. Takk. Takk fyrir þetta. Spurning hvort ætlar að svara, Einar eða Kristján? Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Fasteignagjöldin eru rétt 3 milljónir á ári. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að þetta er ekki hátt fermetraverð fyrir þetta hús. Og ég ætla kannski ekki að fara yfir einhverjar margar ástæður fyrir því að ég hef alveg og hef samþykkt þetta í raun og í öllu ferlinu. Þetta hús er búið að vera í sölu talsverðan tíma. Það hafa alveg komið þreifingar á einhverju tímabili. Ég einfaldlega mata þannig núna að nú væri einfaldlega bara lag.
þrátt fyrir að tilboðið væri lágt, en það verða til störf og það verður starfsemi áfram í þessu húsi. Við eigum hús hér og þar í sveitarfélaginu sem eru með slökkt ljós og nú þegar nú aldeilis búið að lýsa upp þetta hús og þannig að vonandi heldur bara áfram starfsemi og með því að menn eignist svona hús þá kannski jafnvel enn meiri von að menn leiti enn meiri tekjumöguleika inn í svona stórt og mikla fasteign, stóra og mikla fasteign. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli. Þetta vindarmenn, bara svona því Ragnar spyrir hvað verður mikil fasteignagjöld. Ég hugsa að þau verði bara nákvæmlega sömu og ef að fasteignafélagið Hvammur ætti það. Þannig að það eru sömu tekjur inn í sveitarsjóð og sem er frá þessum nýju aðilum eða hvort það er frá Hvammi. Þannig að það er ekkert öðruvísi tekjur inn í sveitarsjóð. Það hefur verið að hugsa það. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Greiður sér engin hljóðs, þá greiðu atkvæði þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er, hún ruglaðist ég, og þeir sem sitja hjá. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sitja hjá. Þá er næst dagskrárliður 12, það er Ægisbraut 4, skipting lóðar. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki þarna athugasemd við skiptingu lóðarinnar. Þetta tengist málinu hér á undan að Ægisbraut 4B eða þarna Síbería verði undanskilið í þessu söluferli og því þarf að skipta lóðinu upp. Einhver skilja ræða það mál. Svo er ekki vera þeir sem geta staðfest þessa bókun frá umhverfis- og skipulagsnefnd gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 13. Það er samkomulag vilyrði fyrir úthlutun stofnframlaga ríkisins fram í tímann. En þetta kemur úr fundargerð stjórnar Bakkahvamms HSES frá 1. desember síðastliðinn að það er samkomulag vilyrði fyrir úthlutun stofnframlaga ríkisins fram í tímann. En það kom erindi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem upplýst er að þeir sem hafi fengið úthlutað stofnframlagi frá ríki og sveitarfélagi geti gert samkomulag vilyrði fyrir úthlutun stofnframlags ríkisins fram í tímann til allt að 3 ára í senn, samkvæmt heimild í lögum nr. 52/2016 almennar íbúðir. Lagt er til að stjórn Bakkahvamms HSES sendi erindi inn til byggðarráðs vilja til að gera samkomulag úthlutun stofnframlags ríkisins miðað sig við álíka íbúðir og í þeirri umsókn stofnframlag sem send var inn í nóvember síðastliðinn og að framkvæmdir taki þá til áranna 2022, 2023 og 2024. Og á þessum grunni er þá í raun og veru hér drög að bókun að tillögu að sveitarstjórn lýsir yfir vilja til að veita stofnframlag til Bakkahvamms HSES vegna bygginga almennra leiguíbúða. Ákvörðun upphæð framlaga verði tekin hverju sinni í samræmi við framkvæmda og fjárhagsáætlun. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Skúli. Oddviti, góðir fundarmenn, ég bara bíð eftir eina, hann Pálmi fara að standa upp og svara mér eitthvað. Nei, það ég vil bara fagna þessu að við séum vonandi að samþykkja það að það verði áfram byggðar íbúðir hérna á vegum Bakkahvamms næstu 3 árin. Það gæti þó orðið 9 íbúðir miðað við þetta sem er bara glæsilegt og ekki veitir af til þess að eiga húsnæði fyrir allt fólki sem við ætlum að flytja þetta inn í öll nýju störfin og í nýja íþróttahúsið. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, af því að þetta erindi frá stjórn Bakkahvamms snýst það að geta að Bakkahvammur HSS geti síðan svarað Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þá sé ég og að því að þetta snýr að næstu 3 árum, sem sagt 22 til 24,
þá sé ég bara að það þarf að bæta aðeins hérna þessa bókun, verði hún samþykkt að það kom fram að sveitarstjórn lýsi yfir vilja til að veita stofnframlag til Bakkakans HSS vegna byggingu almenna leiguíbúða á árunum 2022, 2023 og 2024. Það komi þarna inn í. Bara til að það liggi fyrir að það það sé hægt að svara þessu þá skýrt eins og erindi sem kom inn. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðri fundamenn. Bara aðeins kannski, Kristján, þú talar 2022, 2023 og 2024. Þetta sem sagt bara rétt skilji þetta, eða skilji þetta rétt, að þetta gæti komið til framkvæmda einhverja af þessum árum. Er það ekki rétt? Eða er viss fjárfesting alltaf á hverju ári? Af því þeir eru 3 raðhús. Verða þau 3 ár í framleiðslu? Eða hvernig er þetta? Takk fyrir þetta, Anna. Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, já, þetta snýst það að það verði framkvæmdir á þessum 3 árum. Það er búið eða í ferli núna með 3 íbúða raðhús á árinu 22, þannig að það sjálfsög komið á stað. Þannig að þetta þá spurning að það sé viljir til þess að fara í framkvæmdir 23 og 24. Það hins vegar ekkert skilgreint að það sé endilega 3 íbúða raðhús á þessum árum. Það geti verið 1 lítið einbýlishús til dæmis á hverju ári. Þannig að þess vegna þarf að fyrirvara að það þarf að ákveða framlög hverju sinni í samræmi við hvaða framkvæmdir eru ákveðnar og hvaða fjármagn sveitarfélagið ákveður að setja í stofnframlög. Þannig að það er ekki búið að ákveða fjöldan en það er búið að gefa samt viljir til þess að verði eitthvað gert á hverju þessara 3 ára. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs, þá ætla ég bara að lesa hérna upp tillöguna eða bara nýja tillögu. Sveitarstjórn lýsir yfir vilja til að veita stofnframlag til Bakkakvams HSS vegna byggingar almennra leiguíbúða á árunum 2022, 2023 og 2024. Ákvarðanum upphæð framlaga verður tekin hverju sinni í samræmi við framkvæmda og fjárhagsáætlun. Þau sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 14. Það er samstarfið leigufélagið Bríet og það liggur hér fyrir tillaga að lagt er til að óskað verði eftir því við leigufélagið Bríet að samstarfsverkefni byggingu leiguíbúða verði tekið upp aftur. Hverjum vilja ræða þetta mál? Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, kannski rétt að bara rifja upp. Þetta sem sagt var verkefni, það kom hér erindi frá Bríet. Ég man ekki alveg hvað var langt síðan, hvort það var að byrjun þessa árs eða á síðast ári. Það sem að var Bríet óskað eftir því eða lýst yfir áhuga að fara í samvinnu við sveitarfélagið verkefni þar sem byggðar eru 2 leiguíbúðir og þá það leiguíbúðir sem eru annars konar heldur en leiguíbúðir Bakkakvams HSS. Það er ekki leiguíbúðir með stofnframlagi heldur sem bara íbúðir sem byggðar fyrir leigumarkað almennt. Síðan gerist það að Bríet ákvað það að kaupa 2 íbúðir í raðhúsinu við Bakkakvam og setti þær á leigumarkað. Og það gekk treglega að leigja aðra íbúðina, hún stóð tóm ansi lengi og þess vegna tók stjórn Bríetar ákvörðun það að hætta við verkefnið byggingu á þessum 2 leiguíbúðum af því að það gekk ekki.
og á óformlegum fundi sem að framfór núna í vikunni með annars vegar stjórn Bakkahvamms og hins vegar framkvæmdastjóra Bríetar. Þá kom það og þar sem var meðal annars spurt hvort að það væri ekki tímabært að taka aftur upp þetta verkefni, af því að nú væru þessar 2 íbúðir sem að Bríet á hér í Dölum komnar í leigu. Að þá upplýsti framkvæmdastjóri Bríetar það að þar sem þetta hefði verið ákvörðun stjórnar Bríetar að hætta við verkefnið, þá yrði að koma aftur erindi frá Dalabyggð að setja verkefnið í gang aftur. En þetta samstarfsverkefni hlutur, eins og kom fram á sín tíma, hlutur Dalabyggðar fyrst og fremst það að sjá til þess að það sé til lóð, og við höfum alveg séð lóð fyrir þetta hús, en það ekki að ræða fjárframlög í verkefnið af hálfu sveitarfélagsins og en bara samstarf og samvinna og liðka fyrir. En það til dæmis felst ekki í því að það þurfa að leggja lóðina til án endurgjalds eða neitt slíkt. Bara rifja þetta upp, takk. Takk fyrir þessu upprifjun, Kristján, og ferli málsins. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerðir til staðfestingar. Það fyrst 51. fundur í stjórn Silfurtúns. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það 21. fundur í menningarmálanefnd Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 17. Það fundargerð byggðarráðs, fundur nr. 280. Einhverju sem vilja ræða einstaka dagskrárliði þeirri fundargerð? Það kveður sér engin hljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerð byggðarráðs, fundur 281. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerð fræðslunefndar, fundur nr. 107. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar, fundur 122. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það kveður sér ekki hljós. Þeir sem eru samþykkir þeirri fundargerð gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá það fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur nr. 52. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Kveður sér ekki hljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerðir til kynningar. Það fundargerð almannavarnanefndar Vesturlands. Það eru fundarpunktar frá 15. nóvember, 23. nóvember og 30. nóvember sem liggja hér fyrir. Einhver sem vil ræða það? Svo virðist ekki vera. Þetta liggur hér fram til kynningar. Þá það fundargerðir stjórnar Bakkahvamms, HSCS. Það eru fundargerðir stjórnar frá 16. nóvember og 1. desember. Einhverju félag annað? Oddviti og aðri fundamenn. Mér finnst bara rétt að fulltrúar þessara nefndar komi hérna upp og skýri frá hvernig þessi úttektamál á þessum íbúum standa sem eiga í rauninni að vera löngu búin. Bara til að upplýsa alla það. Og svo langar mig að beina til stjórnar þessara nefndar að ég
sé að það aldrei bókað neitt það í fundargerð. Ég svo sem ekkert að setja út á þessa fundargerð, en ég langar bara að koma hérna undir þessum lið. Að það ræði tímasetningu hvenær eigi að klára frágang við íbúðirnar, sem sagt. Og þú veist, hellulögn, klára sorpturskilin og þetta. Bara klára frágang við það. Að bara að sé rætt og tímasett og hvernig fjármagna eigi það. Og að menn horfi til þess að þetta sé búið fyrir júlí 2022. Mér langar bara að biðja fólk að reyna að gera þetta. Af því mér finnst þetta mikil óvirðing við þá íbúa sem að leigja þetta, að þetta sé ekki klárað. Og það kemur rosalega oft upp að þetta sé íbúð fyrir tekjulága og einstaklinga. Að vissulega það þannig að þeir hafa forgangi þessar íbúðir, en ég vil nú samt meina að leigan þarna ekkert mikið lægri en gengur og gerist annars staðar í þorpinu. Þannig að það ekki endalaust þetta skilur sér eitthvað bak við það að við búum að þið séu að borga ódýrari leigu og þess vegna getur íbúin eitthvað verið hálfkláruð. Mér finnst það ekki boðlegt. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Ágætu fundarmenn, bara þakka fyrir svona fyrirspurn. Það nú samt þannig að við, sem sagt Bakkakammur HSS, við í raun og veru bara stjórnumst af þeim pening sem við höfum og við ætlum okkur náttúrulega að reyna að klára þetta leið og við höfum efni á því. Og þannig í raun og veru liggur það og stefnan náttúrulega sett á að klára þennan frágang næsta sumar. Og vonandi bara texta þannig. Það hefur ekki verið rætt neitt þarna inn í stjórnin að fara í einhverjar lántökur eða annað til þess að klára þetta. Og þar af leiðandi ekki búið að tímasetja það neitt, en það samt stefnt á þetta. Nú varðandi lokaúttekt og annað, þá áttum við fund með byggingaraðila, sem sagt stjórn Bakkakvams, og bara mjög góðan fund, og þetta í raun og allt bara í ákveðnum farvegi. Og ákveðnir þættir sem á að ganga í núna mjög fljótlega að reyna að klára og helst núna bara fyrir jól. Aðrir þættir bara út af tíma munu bíða næsta vors og fyrir þessu voru ýmsar skýringar, meðal annars þær að byggingaraðili í raun og skipti aðila, sem sagt ekki lengur að kaupa húsnæði af þeim aðila sem byggðu þetta hús. Og það hefur svona seinkað þessu ferli. Við höfum reynt að koma því á framfæri. Okkur þykir þetta náttúrulega óbáslega leiðilegt. Þetta líka ákveðið svona lærdómsferli fyrir okkur öll sem erum að starfa í þessu. Og ég held að við komum fram hér að það margt sem hefði mátt gera betur. En ég held að reynslan okkar á þessu verkefni mun hjálpa okkur í næsta verkefni. Þannig að og við höfum reynt að vera í ágætis samskiptum við þá sem eru í þessum íbúðum núna og halda þeim upplýstum. Við erum búin að í rauninu ráða til okkar sem sagt iðnaðarmann sem heldur svolítið utan þessa aðila og mætir þegar að byggingaraðilar koma og fylgist með þessu núna. En eins og ég segi þá stendur von okkar náttúrulega til að þetta klárist næsta sumar. En við erum algjörlega háð í raun og okkar eigin fjárhag í því. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja annað? Óttutu aðrir fundamenn. Það var einmitt þetta, ég skil vel að menn eru háðir fjármagninu, en það einmitt þetta sem ég vil að verði tekin umræðu í stjórninu, það eru lántökur. Hvort sem það kemur í gegnum þetta félagi, í gegnum Dalabyggð, með velurinn frá Dalabyggð, það verður bara að ræðast, en það bara brýnt að klára þetta. Mér finnst svo leiðilegt, eða kannski ekki leiðilegt, það alveg jákvætt líka, en mér finnst mikil óvirðing við þessa íbúða sem leigja þarna og vera svo sama tíma að samþykkja fleiri íbúðir. Þannig að ég vil bara að við gerum þetta vel, klárum þetta og förum líka í hinar íbúðirnar.
Ekki bara að láta þetta rúlla, bara endalaust. Bara vera bara, hugsa þetta bara stórt eins og með íþróttamannvirkin. Það er bara að hugsa þetta stórt. Bara, við ætlum að klára þetta og hvernig ætlum við að gera. Þannig að ég er rauninni ekki að skamma einni neitt, heldur bara að hvetja til þess að þið ræðið þetta á fundi. Akkur er þetta, Anna, fleiri Einar? Ágætu fundarmenn, við tökum þetta alveg beint til okkar og það er bara flott. Það er samt fínt að halda því á lofti í allir þessar umræðu og fyrir íbúa líka og er að þegar við farið á stað í þetta þá áttu við til dæmis von á því að núna væri við sjálfum sér ekkert að ræða þessi mál. Það væri bara annað félag komið með þessar íbúðir. Það síðan hefur reynst töluvert mikil vinna og er ennþá bara í ákveðnu ferli. Þar bara voru gefin ákveðin fyrirheit frá ríkisvaldinu og sem að kannski skekkir aðeins þessa mynd og gerir þetta aðeins flóknara og kannski ósanngjarnara að okkur finnst þeir sem eru að standa í þessu. En við þurfum náttúrulega bara að vinna út frá þeirri stöðu sem eru með þetta í dag og lántökur eru örugglega eitthvað sem að vonandi mun ekki þurfa að koma inn á okkar borð. Vonandi verður þetta að leysa þetta einhvern veginn öðruvísi. Vonandi leysist þetta bara betur í samvinnu þá við aðila þegar þetta verður komið undir einn stóran hatt. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá lít ég svo á að umræðum þennan lið sé lokið. Þá er næst dagskrárliður 24, það er íbúafundur. Það liggja hér fyrir svona fundargerð eða fundarpunktar frá íbúafundi 18. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja ræða það sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 25, það eru fundargerðir Dalagistingar e.h.f. Það er fundargerð stjórnar frá 9. nóvember síðastliðnum sem liggur hér fyrir. Einhverju sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það Dalaveitur, fundargerðir stjórnar. Það liggur fyrir fundargerð stjórnar frá 25. nóvember ásamt gjaldskrá 2022. Einhverju sem vill ræða það. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það fundargerðir Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 17. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 28, það eru fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 27. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 29, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Það liggur hér fyrir fundargerð Breiðafjarðarnefndar frá 9. nóvember síðastliðinn. Einhver sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það dagskrárliður 30, það eru fundargerðir Fasteignafélagsins Hvamms. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 30. nóvember. Einhver sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það dagskrárliður 31, það eru fundargerðir Öldungaráðs og það liggur hér fyrir fundargerð Öldungaráðs frá 7. desember síðastliðinn. Einhver sem vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er það sameining, þá er það mál til kynningar. Það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. En það er bara rétt að koma fram í fundargerð að sveitarstjórn Dalabyggðar hefur fundaði með sveitarstjórn Húnaþings vestra 8. nóvember síðastliðinn og við funduðum síðan með sveitarstjórnum Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar 3. desember síðastliðinn. Og hvoru tveggja held ég bara mjög góðir fundir og einhvern veginn þurfum við að vinna áfram að þessum málum. Ég veit ekkert hver rétta lausnin er. Það þarf ekki að taka ákvörðun eitt eða neitt hérna en ég ætla bara svona að hugsa uppátt kannski fram í tíman að mögulega væri kannski bara skynsamlegt að samhliða sveitarstjórnarkosningum vor fari fram einhver skoðanakönnun meðal íbúa það hvaða
sameiningarvalkostur væri fýsilegastur svona í upphafi og hvert þá fyrir nýja sveitarstjórn hvert hún ætti að vinna í upphafi. En það eitthvað sem þarf ekki að ákveða í dag. Einhverjir fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera. Þá næst dagskrárliður 33, það var umsókn til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna tilraunaverkefnis og það liggur hér fyrir svarbréf Jöfnunarsjóðs vegna umsóknar framlag til skólaaksturs leikskólabarna. Einhverjir sem vilja ræða það. Mér langar aðeins að leggja hér smá orðið belg. Mér þykir ákaflega miður þessi afstaða Jöfnunarsjóðs. Skil hana líka, en ég ætla líka bara að vona að við endurskoðun á starfsemi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og bara hjá ríkisvaldinu líka verði kannski í ríkara mæli horft til leikskólastigsins sem almennt viðurkennt sem fyrsta skólastig hjá öllum, að einhvern veginn verði greiðsluþátttaka eða útgjöld við rekstur á leikskóla jafnaðar á milli sveitarfélaga. Ég held að það sé allavega verst verkefni sem þarf að skoða og Árborg ályktaði sérstaklega þetta fyrir skemmstu. Ég held að þetta sé eitt af þessum þetta partur af þeirri grunnþjónustu sem þarf að vera til staðar í hverju sveitarfélagi einhvern veginn á hendi hvers og eins sveitarfélags eins og af því að þetta ekki lagaleg skylda og þá skýlir Jöfnunarsjóður sér bak við það að þurfi ekki að vera með einhver útgjaldajöfnun þarna. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir fundargestir eða fundarmenn. Ekki bara kjörið að fela einhverjum að skila inn ályktun til þessarar? Ég veit ekki hver að fá þetta. Það einhver á vegum ríkisins eða Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga? Hvert getum við komið einhverja ályktun áfram? Þannig við höldum áfram með málið og hvetjum til þess að það verði skoðað. Að það fari ekki bara ofan í skúffu núna. Kannski einhver betur sem veit þetta betur hvert við getum skilað einhvers konar ályktun eða falið einhverju nefnd að gera ályktun. Takk fyrir þetta, Anna. Ég hef svo gaman að því að láta Skúla vinna, þannig ég ætla að leggja til bara þarna byggðaráð sjá að koma því sem ég fjallaði hér að koma þessar áskorun á framfæri við ríkisvaldið og það verði þá tekið fyrir á næsta fundi byggðaráðs. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 34. Það liggja hér fyrir bréf þar sem í fundagáttum samskipti við heilbrigðisráðuneytið varðandi Silfurtún. Einhverjir sem vilja ræða þetta sérstaklega. Þessi bréfin liggja hér fyrir til kynningar. Svo Anna. Oddviti og aðrir fundarmenn, bara stutt, þetta bara góð samskipti sem við erum að eiga hana og við þurfum bara að halda áfram hana greinilega og hamra ennþá meira og bara keyra bara á, vera svolítið fyrir til og bara vera stöðugt að biðja fund, vera bara leiðilegi aðilinn, bara fundum bara mánaðarlega með þeim til að gefast upp á okkur. Þannig að við vinnum bara saman í þessu. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá hér dagskrárliður 35. Liggur hér fyrir fréttabréf frá Sorpurðun Vesturlandsfyrir. Einhver sem vill ræða það. Atkvæðis engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 36. Það liggur hér fyrir bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi breytt skipulag barnaverndar í tengslum við lagabreytingar með svokölluðum farsældarfrumvörpum sem voru samþykkt á Alþingi á síðasta ári. Einhver sem vill ræða þetta? Atkvæðis engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 37. Það bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga uppfærslu á svæðisáætlunum vegna breytingar á lögum varðandi úrgangsmál sem liggur fyrir. Einhver sem vill ræða það?
kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 38, það liggur hér fyrir minnisblað viðbrögð Dalabyggðar vegna COVID-19 heimsfaraldurs. Einhvers vill ræða það. Svo ekki, þá dagskrárliður 39, það skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir bara minnisblað störf sveitarstjóra frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Þá bara dagskrá fundarins tæmd og við förum í það að fara yfir fundargerð og ganga frá henni hér að lokinni upptöku. Ég þarf aðeins að kíkja hér á dagatalið í símanum hjá mér. En næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 5. 13. janúar á nýju ári og ég vil bara óska sveitarstjórn og Dalamönnum öllum gleðilegra jóla og vona að allir muni eiga ánægjulega stund á því sem eftir stendur að aðventunni og gleðileg jól og bara segi gleðileg jól til allra Dalamanna. Þá má fundar